Velkomnir í Lyklaveldin, Ari Edvald, Takk. oddviti Miðflokksins og Kristín Jón Ólafsson, oddviti Pírata. Takk fyrir. Og samstarfsaðilar okkar sem fyrr, þið eru byrjaðir Já, að drekka San Pellegrino já. og síðan erum við með A4, TM og aukakrónur og Jysk. En hvað eru þessar aukakrónur sem ætlar að láta Það er nefnilega, sko, þið fáið aukakrónur ef þið náið borgarstjórastólnum. Ok. Fullt af aukakrónum. Nó. Og þá getið þið farið að splæsa á fólk. Hérna, Það er við langar aðeins að byrja á kannski, sko, Ari, þú ert búin að vekja mikla athygli með einhver myndbandi það sem þú keyrðir borgina og fannst ekki Já. bílastæði og hérna, og við langar bara aðeins að fá viðbrögð þín, Kitty, við þessu. Hvað, hérna, þú veist, Ari er ekki einn að gagnrýna og fólk á öllum aldri að tala um þetta, að það sé einhvern veginn verið að fylla öll bílastæði með einhvern listaverkum og í staðin fyrir bara að veita betri þjónustu. Er þetta einhvern veginn komin úr takt bara við þennan almenna borgarbúa? Ég held ekki og ég vona ekki. Við viljum náttúrulega byggja upp mannvænni, grænni og öruggar borg. En það er svo fallegt að segja það, en svo allir pirraðir í skýta kulda að finna stæði. Ég get alveg tekið undir að kleinurhringir og fleiri kannski geta fallegast á þessu stigi, en við þurfum að fara að hanna göngugötunar. Fyrstulega er þetta göngugata, Austurstræti. Við skulum hafa það á hreinu. En hún er samt gata. Ég meina, hann gat keyrt þarna hann gat og bara það ekki eru lagt. bílar sem keyra þarna á ýmsum tímum og bara skilgrindum tímum og svona og það er nýbúið að breyta þessu. Varandi vöru afhendingar og fleira, já, og það er þannig, en það er ekki neinstar veit ég bílastæði í göngugötum. En ég ætla bara að taka, sko, það er eitt sem ég veit að því mér finnst alltaf gott að byrja á því sem að getur verið sammála sko. Og ég veit að ég og Ari erum sammála að við þurfum að takast á við svifryksmengun og við þurfum að koma í veg fyrir þessu ótímabæru andlát hjá eldra fólki og þess vegna er líka mikilvægt að hugsa í ljósi þess að þarna er sem sagt göngugata og við viljum eðlilega taka hann í gegn og gera hann betri. Það er bara ákveðskref sem þarf að gerast. Fyrir utan það eru náttúrulega bílastæði frá 2017, þegar voru 2017 voru 6.000 í miðborginni en eru 6.200 í dag. Þannig að bílastæðin eru hann allt kring. Þau eru bara komið neðanjarðar og í bílastæðahúsum. Og þau eru rándýr reyndar og það er alveg göngufæri, þú veist, göngufæri í þau eru ekki það langt í burtu og síðan náttúrulega eru fyrir þá sem að eiga erfiðar með gang sem stæði fyrir fatla og þess áttar til staðar. Þannig að, sko, en eru bílastæði í göngugötunni? Fyrir þá sem eiga erfiðar með gang þess áttar. Það sem ég langaði svo að spyrja ekki bara þegar þú heyrir þetta að hann fær líka mjög sterk viðbrögð yfir þessum pirringi og þú veist að það eru margir pirraðir. Langar ykkur ekki einhvern veginn að bæta bara þessa þjónustu sérstaklega í breytingaferlinu sjálfur? Jú, að sjálfsög, ég meina við tökum þannig ákvörðun að setja göngugötu í Austurstræti og það er bara mikilvægt skref af því við viljum tryggja öryggi og gangandi vegfarenda og gera borgin okkar barnvænni og aðgengilegri. En það sem er líka, það sem punktur sem ég vildi koma inn á er náttúrulega, veist, að aðalatrið á bakvið eins og svifryksmengun og líka ótímabær andláti fólki er nagladekkjanókun og aukin umferð. Þetta að vísa til þess að Ari var nagladekkjanum hann. Já, og veist, ég er að vísa til þess og það er eitthvað það sem að við getum held ég alveg verið sammála að veist, nagladekk þau eru að eyða sem sagt götunum 20-40. En þú ert aðeins að sneika samt frá umræðinni og koma þessu yfir á hann. Nei, ég er bara ég fæ að bregðast við því. Já, ég eðlilega fæ að bregðast við því, en ég er bara að benda og við erum sammála að við þurfum að mæta svifryksmenguninni, ótímabærum andlátum þess að við erum komin og ég vildi bara benda á að þetta er ástæðan fyrir því og þannig að fara orðagjörður ekki saman þannig að þú vildir álita á þessu og það er basically það sem ég er að koma framfæri. Ari, eru þessi samgöngu umferðarmál bara þitt hjartans mál? Nei, ég er með mörg hjartans mál og við erum með mörg áherslumál og ég er persónulega ekkert endilega haldið að akkurat þetta mál myndi springa svona rosal út. Ég verið að gera vinsæl myndböndum eitt og annað sem ég verið að setja á TikTok og aðra samfélagsmiðla og ég var alveg hissa á viðbröðunum að þau voru að fara fyrst í kannski 16.000 og svo 20.000 og svo voru nokkur bara komin í 45.000 og mér fannst þetta rosalega mikið. Svo kemur inn á þetta efni og það er búið að fá 185.000 áhorf og annað svona nálægt og mikil ekki allir sammála. Nei, en samt hef ég náttúrulega fengið þúsundir af viðbröðum í svona táknum og síðan í textum til mín og þannig að það miklu meira heldur í einhverjum samskiptum í kommentakerfum og það ég hef sagt bara 99% jákvæð
og auðvitað eru þessi rosalegu viðbrögð. Þú ekki út af 18 stæðum á okkurum afmörkuðum bletti og heldur ekki einu sinni kannski þú tækir Laugaveginn með eða Skólavörðustíginn. Þau út af því að það alveg búið að ganga fram af fólki með þessari stefnu sem hefur í gangi að bara þrengja að og reyna að bara útiloka fólk á bílum og sem fólk lifir sem bara upplifir sem bara algjört hatur og einkabílnum. En þú gerir þetta alltaf dramatískt. Sko, þetta svona dramatískt vegna þess að við erum einhverju breytingaferli varðandi það að byggja upp betri samgöngur og almenni samgöngur og kannski framtíðarkynslóðir eiga eftir að nýta það miklu betur. Þetta þetta ekki millibils ástand sem við þurfum bara einhvern veginn að lifa með? Nei, og þetta sko, við förum þá að þessu sem hann Kristinn Jón var að tala um. Á fyrsta lagi get ég ekki tekið undir sko þessa lýsingu og aðdraganda þessara breytinga þarna í miðborginni. Það svo að auka öryggi. Það hefur ekki skort neitt þarna öryggi. Það hefur ekki verið neinn slys þarna í Austurstræti. Og ef við förum upp í Laugaveginn, því að ég að fá svona rosalega mikið af viðbröðum þaðan og frá öllum þessum fáu rekstraraðilum sem eru þó eftir. Þegar við ferum áratugi aftur, þá eru þarna kannski vel á annað 100 aðilar, það sem bara orðið bara teljandi á fingrum handana í dag. Það ekki líka bara þróun? Já, nei, það engin sjálfsögð þróun. Ég að tala við menn sem eru líka með rekstur í Smáralind og Kringlunni og þeir sjá bara að það verið að setja út alls konar fúarspýtur frá hinum og þessum aðilum til að taka 2-3 stæði hér og 2-3 stæði þar. Laugavegurinn var nú endur nýjaður í tíð Ingibjargar Sólrúnar með bara fallegum hætti og þá var einstefna í gegn og niður úr og þá voru svona skásett stæði bara meðfram annari hliðinni. Því var breytt bara til að fækka stæðunum, gera þau svona hliðsett og miklu færri. Það jók ekki öryggi, það dróur öryggi því að fyrir fólk sem til dæmis fatlað að fara út úr bíl sem hliðsettur minna öryggi og verra heldur en þegar hann sko skásettur. Okay. Það voru aldrei neinn slys á Laugaveginum eins og hann var. Samt engin gangbrautar. Það var bara 10 km hraði og allt bara leið vel. Og bara síðust í dag fékk ég boða, þú sagðir Viljum Grænniborg frá manni sem starfa við Hlemm. Ég vil ekki vera tilgreina of nákvæmlega af því að kannski vill hann ekki fara í fjölmiðil með sín komment. En hann var bara að lýsa því hvað breytingarnar á Hlemmi hefði fallið mikið veltan hjá honum. Því að þarna verið komið núna bara stórt steyputorg þar sem hvergi verið hægt að leggja bíl og fólk vildi ekki fara í sprautunála-kjallarann eins og hann kallaði bílakjallarann sem einhvers staðar rétt hjá. Og þetta væri bara ljótt og að vera enginn að ná ferski. En en já eftir þetta með nagladekki að þú verður að nefna það. Já, þú ert búin að skipta, ég veit það. Nei, því að hann var að ég er búin að skipta, já, og þegar ég keypti sumardekkin, því að það nú orðin vika síðan, mér ástund aldrei fyndið að hún vika síðan tókum þetta upp og svo í fréttunum í gærkvöldi þá var að tala við fólk sem var að skipta dekk og þá var alltaf sagt já, þú ert snemm í því ár, ansett þú snemm í því ár. Ég segi bara, hann snemm í og lögreglan var að segja, við munum ekki byrja að sekta fyrir í fyrsta lagi 25. apríl, þannig að þarna voru menn dálítið brattir að gagnrýna mig og svo voru nú líka dálítið brattir að þið margir ætla að fara að kenna með lögfræði og henda bara einhverju bók í hausinn á mér bara þvílík skömm virðir ekki lög og rétt sko. Þú veist, við skulum fyrsta lagi átt okkur því að það nú alls ekki svo að allar tilfæringar borgaryfirvalda til að rugla fólk í rýminu varðandi þessar umferðarleiðir og reglur eigi einhverja stoð í umferðarlögum sko. Manstu þegar þeir voru að mála myndir af reiðhjólum bara einhvers staðar á göturnar og svo gaf í skyn að þá væri þar pláss fyrir reiðhjól. Já. Þetta hafði enga stoð í umferðarlögum og skapaði hjólreiðafólki engan rétt, þetta skapaði bara hættu. Þannig að hvað ætlaði það fólk ef maður væri að keyra á bíl þar? Hvað virðir ekki lög? Það voru engin lög á bakvið þetta. Þetta bara eitthvað. Ég ætla aðeins að koma að bílamálum vegna þess að ég get sagt það, Kitty elskar bíla. Já, svo sannlega. Er það eftir það með eldri bíla, ameríska? Nei, hann fékk viðurnefning Kitty Knús vegna þess að hann knúsaði bíl í sólarhring í Smáralindin, er þetta ekki rétt hjá mér? Það bara stemmir og ég elska bíla það mikið, ég knúsaði bíla yfir heila helgi og það vannst hann? Sko, ég fekk afnótt á honum í heilt ár. Sagan svo
að ég var sem sagt í mastersnámi í nýsköpun og frumkvöldafræði, nýkominn frá Noregi og ég var að aka Reykjanesbrautina á pusjónum hjá móður minni sem var að svona hristast á brautinni og fara að hrynja. Það ekki búið að koma steyptu vegur? Nei, jú, það var alveg steyptu vegur, bíllinn var að gefa sig og síðan hann að hækka í útvarpinu og það var sem sagt K100 og það var sagt, komdu og faðmaðu Fiat. Og ég hugsaði með mér frumkvöldin á þessum tímabúti, jæja, þetta staðan, ég þarf að líti Excel-skjali og skoða hvort þetta borgi sig ekki og útreikninga borguðu sig að ég myndi fá þennan bíl í 1 ár, sem sagt bara afnáttu honum. Og tímaverði var það gott að mæta hana í 2 dagur helgi í Kringluna og knúsa bílinn og halda það út að ég fekk að lokum að afnóta honum í heilt ár. Þetta rosalega þrautseigja. Hljóma ágætis tímakaup. Þetta mjög gott tímakaup en þrátt fyrir það, þrátt fyrir ég elski bílinn minn og bílinn sem ég á þetta, þá elska ég samt borgarlínu meira, þannig að það sé á tæri. En mér langar, vegna þessa, píratbítans. Nánast, eins og maður vildi bana fólki að því að það væru 60-80 ótímabær döðsvöll vegna Sviðriks og Kristín gaf í skyn að nagladekk, ég bæri ábyrgð heldur að nagladekkja notkun Íslendinga væri lykil þáttur, skulum orða það þannig. Það ekki svo, það bara alls ekki svo. Svifrykið í Reykjavík að mestu leyti bara ættað frá eyðimörkunum hérna austan við okkur og það mjög lítið gert í því að taka það af götunum. Það ekki þvegið og sópað af götum í Reykjavík nema 3 á ári. Við erum komin í einhvern svona tæknilega umræðu en upphaf Svifryks. En það þýðir ekki annað en að taka þetta því að ég búin að kynna mér þetta. Þeir taka 4.000 tonn af svifryki á götunum þannig að, og það hægt að gera miklu betur líka með að ganga frá umferðarmannvirkjum á venjulegum degi þegar magnast svifryk getur fylgst með því bara í Átúnsbrekkunni þegar stóri bílar fara mikið að því kemur úr vegakslunum þaðan það einfaldlega ekki gengið nægilega vel frá þessum vegum. Auðvitað á malbika líka vegakslirnar og umferðareigar eiga líka verið öðruvísi þó það Harbúr ekki hérna þetta. En ég ætla að fá að svara bara þessu það rosa mikið atriðum ég var eftir með naglana. En ég skal bara koma stutt inn á varandi nagladekkin og svifryki að því þið talið mjög mikið ryksugbíl og Framsókn líka. Gott að blessa. Það ekki að kaupa neitt bíl, það nóg til hérna. Gott að blessa, en veist, það að ráðast að sem sagt einkennum. Við þurfum að ráðast, þetta basically að sópa vandamálinu undir teppið. Rótin orsökin svo sannlega nagladekk og umferð. Það búið að sína fram á það. Núna umhverfis og skipulagssvið að taka saman tillögur einmitt til þess að fara að rótvandast og það þurfum við að gera og ég hlakka til að sjá það tillögur. Ég skal segja hver rótvandast aðrótin. Mér langar líka, að því að það margt sem að Ari kemur inn á. Píratar eru búin að vera frá 2014 í meirihluta-borginni. Þú veist, þú finnur alveg þess að þreytu gagnvart borginni, ég vil tala forræðishyggju og síðan þetta að fólk svona ósátt við bæði uppbyggingu hvort sem húsnæði eða samgöngumáli eða eitthvað slíkt og ég trú ekki öðrun að þið viljið einhvern veginn bregðast við þessu í staðin fyrir einhvern veginn að segja við okkur heyrðu þið eru bara að setja ykkur við þetta eða þið eru bara að hugsa eitthvað vitlaust þið verða að fara að hugsa þessu við skilur ekki alveg þessa gagnrýni? Algjörlega og ég skil hana mjög vel nú ég nýr oddviti hjá Pírötum við skulum hafa það á hennu líka og málið að traustið að mælast mjög lágt og við þurfum að bregðast við því ég tel eitt brýnasta verkefni í dag að taka samtalið við íbúa og fara út í hverfin í auknum mæli. En hvað þýðir það? Þetta mjög fallegt, en hvað þýðir það raunverulega? Leið mér að koma inn á það. Við erum búin að vera tilkynna núna, bara daginn, nýja lýðræðisaðgerð. Það sem við erum að taka utan nokkra lýðræðisaðgerð í borgarna og einfalda samtalið út á við. Það sem við munum fara inn í hverfin 1-3 á hverju ári og taka samtal þarfir og væntingar og upplifanir og vinna að því gagnsætt og tengja það við aðgerð og fjármagn. Þetta hefur skort, þannig að íbúar finni fyrir það sem gert. Þannig að það sem þú segja að meirihlutinn langan tíma hefur bara ekki hlustað á íbúa. Ég ekki að segja það, við höfum verið með ómikið af verkefnum í gangi, kannski hingu og þangað, sem hafa náð utan svona, sem dæmi, hver mitt, það eitthvað hugmynd sem kemur inn og eitthvað leysir eitthvað eitt hér, en við þurfum að taka betur utan þessu verkefni, við þurfum að gera það gagnsærra, þannig að fólk sjáu og upplifi að það sé að vera að bregðast við þeim þörfum og væntingu sem þau hafa. En hafði ekki bara búið til allt og flókið kerfi allt? Þannig að við skiljum það ekki, þið skiljið það alla, jafnvel embættismenn og þeir sem að starfa hjá borginni. Er þetta ekki bara ákveðin veikleiki?
Píratar hafa nú bara verið í borginni frá 2014 og við komum inn og við erum að taka til hendinni varðandi innviði sem hafa verið í tækniskuld stafrænir innviði sem dæmi í langa tíma. Já, og við erum heldur betur búin að taka til hendinni þar og ábata þeirra verkefna hleypur á 1,7 milljarða ári nú þegar í útreikningum. Og síðan það líka innviðaskuld sem hefur verið og eftir hrun eins og varðandi húsnæði og fleira, þar sem að við erum að komast að miklu hér og þar og það víðar líka hjá ríki og öðrum sveitafélögum en núna erum við búin að bæta þá ferla. En það sem tækifærin liggja í að held ég að fara betur út í hverfin sem fulltrúar af því mér finnst að við höfum ekki gert það nógu vel, ég viðurkenni það. Og þess vegna hefur myndast þessi fjarlægð held ég. Ég held að það þurfa að vera reglulegt eins og það hefur verið með borgarstjórafundi sem hefur farið út í hverfin en gagnsæið og það sem gerist í kjölfar þeirra það mikilvægast þannig að fólk sjái. Sko Ari, ég veldi fyrir mér að því að þú hefur verið svona alltaf í umræðinu stóru málin, stóra bíla og hús og skipulagsmál og annað. En að hluta til snýst þetta bara þessa þjónustu við bara hvers íbúa og setja sig í spor þeirra sem eru barnafólk og fjölskyldufólk og einstaklinga líka. Hvernig að dagurinn verið bærilegri hjá þeim? Hvernig, getur þið sett í spor þessa hóp? Já. Og líka þetta með að hlusta. Ég ætla ekki að fara með okkur alveg hérna aftur, en ég verð að hendi inn einu atri, bara því að það lögð áherslu á, við vorum að ræða á hann, ástand gatnakerfis og svona. Aðal ástæðan fyrir lélu ástandi gatna að við erum að nota allt of lélegt malbygg. Þegar að nota sæmilegt malbygg eins og verið í Hvalfjarðargöngunum, sem var lagt líka fyrir framan grund, á Hringbraut, þá endist það meira en 20 ár. En malbyggi sem aðalega notað ónýtt bara eftir 3-5 ár. Það mjög lítið að því yfirborðsslit. Þegar maður skoðar upp í Grafarvogi, það sem bara strætóförum sem aldrei á nöglum, þá eru líka hjólför þar. Ég ætla að fá þig aðeins út úr... Nei, ég veit að þú fer ég út úr því. Ég til að skoða þetta. Og að því þú ert að spyrja á hann með mitt með að hlusta. Ég held að það sé alveg lykilatri að það þarf að þróa borgina í samræmi við vilja íbúana og það þarf að hlusta eftir því hvað þeim finnst. Þetta sem vorum að tala varðandi miðbæinn dæmi að þessi ekki hlustað. Því að þetta skaðar viðskiptin og íbúar Reykjavíkur vilja ekki lengur koma niður í miðbæ og það sem viðskiptamenn kvarta undan. Það bara ekki rétt, við skulum ekki. Þetta eru bara verstu tölur og þeir eru bara allir að tala við mig. Miðbærin hefur aldrei verið líflegur eins og undanfarna ár. Þetta er bara ekkit rétt nema því sem haldið uppi af ferðamönnum og svo sveiflast það. Og fólki að því ég með skrifstof og skólaustíg, vestlanir sem hafa verið að tala við mig á þessu ári eftir að bara hurfu bandarísku ferðamennir, þá bara ekstra grundullurinn að bresta að því þeir hafa eitt mestum peningum og svo komum kannski meira einhver aðrir ferðamenn sem að eyða minnu og svona. En annað dæmi að sé ekki hlustað. Það tala margir að húsnæðismál séu aðalmáli og við erum að tala ungt fólk og hvernig við séum hvaða borg erum við að skapa fyrir unga fólki okkar að geta komið sér upp þak yfir höfuðið. Það þarf ekki að tala við hvern og eitt, það eru gerða kannanir. Kannanirnar sína að okkur vantar minni íbúðir. Og fólk vil hafa svalir, og fólk vil hafa birtu, og fólk vil hafa bílastæði hjá heimilinu sínu. Eru við, sérð hönnun hverfa, verið að bregðast við þessu? Nei, það er ekki verið að því. Og 91% þeirra sem svara vilja eignast eigið húsnæði. Það er markmið fólks að búa í eigin húsnæði. En það sem að Reykjavíkurborg að gera, að Reykjavíkurborg verði fyrir eldra fólk og þá sem eru í félagslegu kerfi. Það verið að tala það að í nýju hverfi þá eigi að vera 35% bara við félagsíbúða og óhagnaðdrifna leigufélag og eitthvað annað. Þetta er röng stefna því að það sem væri réttara að vera ekki að þrýsta lóðaverðinu svona mikið upp og fasteignaverðinu svona mikið upp að fólk ráði ekki við það. Í dag eru bara mjög litla líkur á því að 18 ára manneskja muni á sinni ævi geta eignast hús eða eigið húsnæði og meðan að mín kynslóð 80% í eigin húsnæði. Þetta ekki nógu gott. Nei, sammála. Og já, þarna getur við nefnilega sammála En hvernig viljið þið vinda ofan á þessu? Þannig að nú komið skipulag á stórum svæðum, það sem að til dæmis eins og Ártúnshöfða og víðar. Ég menn, eitthvað þetta að vinda ofan af þessu eins og þetta að við erum að byggja allt og mikið á stórum? Það búið að byggja 500 íbúðir af 6-8.000 sem eru fyrirhugaðar í 20.000 manna byggð. Ég myndi segja að þetta bara strax að segja við verktakana
ef þið viljið og ef þið hafið aðstöðu til megið þið breyta íbúðunum og teikningunum í þessu húsnæði sem að byggja á þann veg að það henti markaðnum betur. Markaðan að kalla eftir minni íbúðum, núna má ekki hafa nema 15% af íbúðunum minni. Meðal íbúðstærðin eru 100 fermetrar en ætti að vera kannski 80. Þannig að sko það myndi miklu stærri hópur ungsfólks geta keypt sér íbúð ef að við værum að horfa á 60 fermetri íbúð heldur en 90 fermetri íbúð. En heldur ekki bara einhver svona plástra? Nei, Sér þú ljósið í þessu til dæmis? Þarna eru ákveðin tækifæri í að gera borgina sveigjanlegri til og bregðast við, að því ef þörfin á markanum er svo að það ákalla eftir minni íbúðum, við þurfum að geta bregðast hratt við, að því við bregðast ekki hratt við þá kemur það inn á markaðin einhvern tíma síðar og þegar kannski þörfin ekki eins mikil. Núna er að koma inn á markaðin skil sem er alveg töluveri fjöldi minni íbúða sem er mjög gott og þarft, að því það losa líka ekki bara sem sagt að ungt fólk komist inn á markaðin, heldur líka að eldra fólk getur kannski minkað við sig og þar alveg geta fólk stækkað við sig og færi í stærri íbúðir móti. Þannig að það ég tel að þarna eru vissulega tækifæri að rýna betur og gera betur, en síðan megum ekki gleyma því að við erum búin að búa í mjög skrýtnu landslagi varðandi vexti og verðbólgu undanfarið og það er að hafa... En borgin hefur verið að ýta undir þetta, ég menna með háum kostnaði, ég menna menn er að selja lóðir mjög dýrt og síðan náttúrulega innviðagjöld og menn er ekki að byggja upp þá innviði sem óskaðar eftir, þú veist, borgin ber alveg gríðarlega ábyrgð á ástandinu. Já, við erum stór aðil á markaði og svo sannarlega, en varðandi kostnaðinn þá er það náttúrulega bara víðast hvar er hann mjög dýr, sko, þannig að það er ekkert bara hjá borginni. Þannig að það er líka innan annara sveitafélag sem mikill kostnar á baku í uppbyggingunni. Þannig að við þurfum að skoða það hvernig við getum mætt markanum. En þetta má ekki vera bara einhver tekjustopp fyrir borgina? Nei, að þá bara meiri pening í kassan. Það er einhver tilgangur að útluta lóðum og jafnvel að brjóta land undir lóðir eða eitthvað slíkt. Það þarf að vera einhver slík hugsun frekar en þetta bara kassa inn. Já, og setja því uppbyggingu innan hverfan og það er eitthvað sem við þurfum að passa upp á. Þegar núna í Ártúnshöfða og Keldnalandi og fleiri stöðum er að byggjast upp stór svæði og við erum að tala alveg töluverðan fjölda af bara grunnskólum og leikskólum sem þurfum að hafa í huga í þessari uppbyggingu og það er alveg kostnaður sem hleypur á 5-10 milljörðum þannig uppbygging sko, per skóla. Þannig að við þurfum að gæta því að gjöldin sem við erum að fá inn og tekjunar sem við erum að fá inn fari í þá uppbyggingu. Þannig að það er mjög mikilvægt upp á þjónustan sé til staðar þegar að íbúar koma á svæði. Ég tek alveg undir það sem þú varst að segja, Þórhallur, að þetta skiptir gríðarlegu máli og þetta er ekki neini plástrar. Ef við erum að horfa á vaxtamörkin sem voru sett 2015 þá hafa þau átt svo mikinn þátt í að þrýsta upp lóða og íbúðaverði að það er engin tilviljun að allar götur síðan að þau mörk voru sett hefur í mánaðlegum verðbólgumælingum húsnæðisverð drifið verðbólguna í 9 mælingum af hverjum 10. Í 91% tilvika er húsnæðiskostnaðurinn þar sem drífur verðbólguna áfram. En þetta segja að borgin eigi sök á þessu ástand. Langmesta sök. Það eru margir þættir sem spila inn í. Þetta er ekki neina lágatölur. Langmesta sök og að því varst að nefna að vera líka hækkandi húsnæðisverð annar staðar að 2015 þá var munurinn á meðaltali fermetraverðs í Reykjavík og annar staðar í kring var 89.000 krónur. Núna er hann tæpar 190.000 krónur. Munurinn hefur aukist meir en 100% og þetta er ekkert lága tölur því að það sem við þetta tala er það að í staðin fyrir eins og Ölfusi og það er náttúrulega það sem gerist. Að fólk innan upplega þannig að þú eignast barn þá þetta flytja úr Reykjavík og bara flytja í Ölfus. Þar er verið að byggja leikskóla fyrir skattpeninga. En þegar þú segir fólki að fyrir utan að 200.000 fermeter af íbúðaverðinu er lóðakostnaður að þá átt að borga í innviðagjöldum eða fyrir leikskólan og fyrir félagsíbúðnar sem fá svo mikið á miklum afslætti af íbúðunum sem auðvitað hækkar verð á hinum. Þetta er bara á venjulega íbúð sem einhver er að kaupa. Þetta er alveg 10 milljón króna reikningur up front. Þetta er meira en flest fólk á í eigið fé í sínum íbúðakaupum sem er viðbótareikningu frá borginni. En við skulum hafa eitt í huga ef má skjóta inn líka, varðandi uppbyggingu og hagnaðardrifna uppbyggingu. Ef við hugum ekki að okkar smæstu bræðrum og systurum í samfélaginu, eins og húsnæði fyrst fyrir heimilislausa, ef við hugum ekki að þeim sem hafa ekki þak yfir höfuðið og geta fengið eins og bjarg, 65% markaðsverði leiguverði.
ef við höfum ekki að þessu fólki þá byggjum við ekki upp örugga velferðarborg, þannig að við þurfum að huga að fólki til þess að byggja upp örugga velferðarborg. Hvert hlutfallir umverulega vegna þess að í rauninni mun enginn mæla gegn einhverju svona og kannski hljómar Ari frekar kaldaranlegur, maður velti fyrir þér kannski, þér kannski drullu sama akkurat þennan hóp sem hann að... Nei. Það hefur alltaf verið aðall Reykjavíkurborgar og henni var nú stjórna lengst af sjálfstæðisflokknum. Nú langt síðan. Já, en það var nú samt í hálfa öld, en það var alltaf í fremstu röðvarandi velferðarþjónustu og það var alltaf mikið metnaðmál að hlúa þeim sem að þurfa á aðstoð að halda. En við höfum ekki að hafa þessi markmið að það verða að vera helmingurinn af íbúunum í félagslegu húsnæði. En það er ekki helmingurinn. Nei, 35% er markmiðið. Það markmiðið, en það er auðvitað út í hött. Við erum kannski 20-25. Nei, það á ekki að vera markmið að hrekja fólk frá þeirri sín sem er þeirra vilji að eignast húsnæði. Og auðvitað hangir þetta svolítið saman að því við erum ekki konir neitt í borgarlínuna sem að býðu spenntur eftir að komast en svona það geta nú margir söngurorðni leiði sjálfur upp á slæginu sínum en að því að hluta til er borgin múin að læsa sig inn í þessu sjálf að ríkið ætla að fjármagna borgarlínu að hluta til með því að leggja til Keldnaland og borgarlínu fórustan talar að það sé 50 milljarða virði og sem að sé þá, og það er talað eins og það sé þá innspýtingin í borgarlínukostnaðinn. Ég held ekki að þetta sé rétt reiknað því að það þarf að nota hluta þessu og ef að þetta eru eins og hlutföllin eru í að byggja leikskóla og vegi eða götur í hverfinu, þá er Reykjavíkurborg að taka 70% af 50 milljörðunum í innviði þarna og verður ekki nema 15 milljarðar eftir í borgarlínuna. En finnst þér og ert að segja það að borgarlínuverkefnið og uppbygging húsnæðis sé einhvern veginn búið að loka hvort annað inni þannig að við séum einhvern veginn útiloka möguleika að byggja annað staðar inn á þessum reit? Ég tel að þessi rörsýn með borgarlínuna hafi ýtt undir að það yrði að hafa þröng vaxtamörk og mætti ekki víkka út borgina alveg sama þó að hækkaði verð á húsnæðinu og hækkaði verð á verðtryggðum lánum hjá öllum landsmönnum, þá bara yrði að hafa það þannig að því að það yrði að þétta byggð í kringu stoppistöðunar. Það kostar bara mjög mikið innviða uppbyggingu, vegir, skólar og allt saman ef við ætlum að fara að dreifa okkur ennþá meira. Þannig að við þurfum að nýta þá innviða sem eru til staðar. Því kostnaðurinn er það mikill ef við förum að íta vaxtamörkunum eitthvað mikið lengur og líka bara samgöngulega séð, þá bara gengur það ekki. Ég er ekki talsmaður þess að bara dreifa byggð bara óþörfu, en það er ekki það sama að víkka byggð út eins og þarf til að koma í vekk fyrir svona mikla verðbólu eins og er búið að búa til síðustu 10 árin eða bara að við bara dreifum okkur eitthvað, ég veit ekki hvert og hvert Ég meina Keldnalandið og Ólafsárdalurinn og ég meina það er alveg svæði sem er verið að... Það var upphaflega búið að áætla byggð í Úlfarsárdal 10.000 íbúða byggð en núna er stærstu hlutin af því utan vaxtamarka. Þannig að núna er bara verið að tala um þessar hallir þar sem að var áður búið að skipuleggja 1200 íbúðir og það var hverfi sem að svipað á byggðin sem er fyrir í Úlfarsárdal. Þannig ef að það yrði byggt eftir eldra skipulagi þá væri ásýnd hverfi sem svipuð. En í þessari nýjustu glærukynningu, og ég er ekkert að segja að það sé komin einn hús, eins og ég hef nú gert grína þessu að sagt að ef að vera hægt að búa í glærukynningum þá er engin vandræði, þá vantaði bara fleiri íbúa. En í þeirri glærukynningu þá er gert ráð fyrir 4.000 íbúðum á svona litla bletti. En það væri auðvitað miklu eðlilegra að bara að halda sig við fyrra skipulag og byggja á aðeins stærra svæði þarna. En þá þarf að rýmka vaxtamörkin. Það var stuðningu við þéttingubyggðir. Og fólk sá alveg, það langaði svona meira borgar umhverfi og skipulag og stutt í nærþjónustu og annað og við sáum einhvern veginn fyrir okkur að þetta myndi tíða að við þyrftum kannski síðu bíl vegna þess að við getum labbað með börn út í leikskóla og labbað út í búð og þetta var eitthvað draumsýn. En
það hefur eitthvað klikkað í þessu. Það er eins og það hafi verið farin hálf leið og ekki klárað einhvern veginn að gera þetta þannig eins og við sáum það fyrir okkur. Reykjavík er náttúrulega borg í miklum vexti og þegar borgir er í vexti þá er eðlilegt að það myndist efi. En á sama tímapunkti þá þurfum við að bregðast við og vera betri að upplýsa og fræða. Uppbygging sem þessi tekur langa tíma, ég meina við erum að vinna út frá gömlu skipulögum, ég meina hefðu við bara byrjað fyrir í kringum 1960 í 10 sjálfstæðismanna að huga almenningssamgöngu, þá væru við ekki í þessu vesen í dag, hefðu við bara byrjað þá. Já, en það var kannski, það er bara aðri tímar. Já, en upplýsingarna voru alveg til staðar, ég meina fyrsti almenningssamgöngu sérfræðingurinn sem lærði í Bandaríkjunum sín tíma, hann talaði mjög mikið fyrir almenningssamgöngum bara í kringum, ég held að vera 1930-40. En sá aðili, hvert held að hann hafa endað? Hann endaði hjá bílafyrirtækjum, oljufyrirtækjum, hann var ráðinn. Hann gjörbreytti sinn orðræðu. Og hvað gerist? Við endum með bílaborgir, ekki bara í Bandaríkjunum heldur með allan heim. Þetta smita út frá sér. Og þetta hefur gífurlega áhrif í sögulegu samhengi. Þannig að hefðu við byrjað fyrr, þekkingin var alveg til staðar. Sko, það skiptir og við erum bara að díla við það í dag. Ég tel að það hafi verið rangar áherslur hérna frá 2006 varðandi það að greiða ekkert fyrir hérna bílumferð og ég tel að þetta sé ofstæki og rangar áherslur að hérna bara við vorum að byggja eins og mislæg gatnamót, Suðurlandsvegur eða Vesturlandsveg, Víkuvegur og annars slíkt og Skeiðavogur hérna og svo norður-suðurásinn, þú veist, Mjódd og Arnarnesvegur, Vífilsstaðavegur. Þetta er svo óáhugavert. Jú, en svo, þegar þú bara teiknar þetta upp og maður sér einhvern veginn þessi byggingaskrimsli. En þá nær umferðin að flæða, sko, við viljum bæta almenningssamgöngur og við höfum alltaf sagt það, miðflokkurinn, við viljum bæta almenningssamgöngur, en við viljum ekki bara, sko, þú veist, þú getur ekki bara sem verkfræðingur hérna teiknað bara eitthvað rosalega stórt einmitt og óhugavert eitthvað rosa kerfi og svo þú ert búin að eyða í það 200-300 milljörðum. Heyrðu, kannski einhver sem getur hugsað sér að taka fara með þessu. Því þetta er nefnilega nákvæmlega sama eins og vorum að tala áðan með að hlusta á íbúana. Það skrifaði nefnilega grein daginn og það nú, ég held að sé nú mér sé bara listanum hjá Sjálfstæðisflokknum, þannig að ég er nú ekki bara að taka, ég er ekki bara að vitna í menn úr Miðflokknum. Þóri Garðarsson sem er allavega íbúi í Grafarvogi, hann er nú líklega sá maður sem hefur bara hvað mesta reynslu af fólksflutningum á landi á Íslandi og með Greyline og allra handa og mörgressi rútufélög. Hann skrifaði að ef að sko, menn sem rækju flugfélög myndu haga sér eins og þeir sem að hafa skipulagt borgarlínuna, þá færu þeir lóðbeint á hausinn, því þú getur ekki bara fyrst skipulagt einhverja línur, og hann sagði að þetta veri ekki byggt á neitt hátt á markaðsrannsóknum og að þú yrðir alltaf að gera sko stigastígi og þróa það í samræmi við notkun. Helstu samgöngu sérfræðingi hérland og erlendis hafa komið þessu verkefni, þannig að en hvaða markaðsmenn? Þú verður líka að spá í markaðin. Hvar er viðskiptavinurinn og mun hann mæta? Mér finnst líka bara samt svo fyndið að allt í einu þegar við erum að fara að setja fjármagn, 42% af þessum samgöngusáttmála sem öll sveitafélögin hafa samþykkt. Í tíð, ríkisstjórnar Bjarna Ben. Já, bara því þeim var sagt að ríkið myndi borga þetta, en ríkið er ekki búið að fjármagna þetta og veist það, ef að ríkið ætlaði að borga þetta, þeir þurfa að selja allan Landsbankann. Já, þeir þurfa að selja allan Landsbankann til að geta borgað hennar reikning. Ok, það er allan samningu fyrir hendi og það er búið að endurskoða hennar samning margsinnis. Það er ekki komið í lögum hvernig ég skattleggja fyrir. Má ég tala um það? Þetta er fyrsta sinn sem að við erum að setja alvöru fjármagn í almenni samgöngu kerfi og það er, veist, ef að 130 miljardar og ef það verður eitthvað meira en það. Áætlun 136. Já, einmitt, að það verður meira en það og veist, í sama burði við það sem við sett í bara vegakerfi og bíla og tryggingar í kringum það og heilbrigðiskerfið í kringum það og umferðarlögreglu í kringum það í gegnum áratugi. Ég er að reyna að átta mig á því kostnaðurinn er gífurlega. Það verður ekkert verið sett í bílamannvirki í Reykjavík 20 ár. Og við skulum ekki glemma að klára 50% er að kalla eftir því, 50% af þeim sem er á bíl í dag
að kalla eftir öðrum samgöngum á þetta og við þurfum að bregðast við því, við þurfum að hlusta. En ég meina, þau verkefni sem þú nefndir á, þau varst að tala hérna með lotningu hérna, mislega gatnamót og allt þetta. En ég meina, það milljarða uppbygging og þess vegna segir sko, hvernig getur einhvern veginn sagt bara, ég ætla að kasta til 100 milljörðum í hérna, alls konar gatnabreytingar fyrir bíla, en samþykir ekki almenningssamgöngur, en þessi bílaþróun að breytast. Þessi áætlun hraðvagnakerfi sem einn reynslumestu umferðarverkfræðingur Íslands, Þórarin Hjaltason, hefur sett fram í samvinnu við aðra, Elías B. Elíasson verkfræðing og Ragnar Árnason hagfræðing. Hluta SFA. Þeir unnana fyrir samgöngu fyrir alla og rannsóknarstofnunum samfélags- og efnahagsmál. Sem hagsmunasamtök svona gegn borgarlínunni. Ég get ekki okkur kalla þau hagsmunasamtök, sko. Svo eru ykkur aðrir sem að ég sé alltaf sömu 10-20 mann mætti bara með alveg sama öskrið, sko, ef einhver andar eitthvað í garð borgarlínunar. Þannig ég veit ekki hver sko hagsmunasamtök. Þeir hafa allan að rökstutta vel að það sé hægt að ná sama árangri með bættri tíðni strætó, betri vögnum og forgangsakrinum, sama öryggi það að bæta þjónustuna með hægri settum sko akrinum sem að kostar ekki smikið. Þeir áætla að sé 1/4 til 1/3 af kostnaði við borgarlínu að gera slíkt kerfi og þróa það áfram og það muni valda miklu minni röskun á framkvæmda tíma heldur en borgarlínu. En bara þetta. Það bara ekki sami áræðileikin, það ekki sami tíðnin, það ekki sama öryggi, það ekki sama aðgengi fyrir fólki í hjólastólum, það ekki sama aðgengi, það ekki sama öryggi. Þannig að ef við gerum þetta ekki almennilega þá sitjum við bara föst í umferðinni með almenningssamgöngur eins og við gerum þetta strætó þjóðfélagsins viltu gera hlutina almennilega fyrir 70 til 100 milljörðum meira. Ég menn þú áttar á því að þú ert að tala um að þessi ríkissjóður sem á að borga þetta, hann með ónýta vegi á stórum hluta landsins sem eru mjög óöryggi fyrir mjög margt fólk. En hvað hefur farið í bílinn í síðustu áratug? Hvað hefur mikið fjármagn farið í bílinn í síðustu áratug? Þetta bara smá fjárhæð í samanburði. Brínasta samgönguframkvæmdin fyrir bíla á höfuðborgarsvæðinu eru gatnamót Bústaðavegar og Reykjanesbrautar. Hún áætla að kosta 2,5 milljarð. Það hljómar ekki hátt í borgarlínu tölunum og hún talin hafa 50% arðsemi. Hins vegar hefur borgarlínan neikvæða arðsemi. Það ekki rétt. Það víst rétt, henni alltaf kasta bara inn í samgöngusáttmálann. Ég að vitni í skýrsluna sem ég var að tala um áðan frá sérfræðingunum 3. Og ekki óháðir aðilar, Ari. Ragnar Árnason óháðir aðili og einhver verkfræðingur sem vinnur fyrir Reykjavíkurborg eða eitthvað slíka. Þetta eru samgöngu sérfræðingar erlendis frá líka sem að koma þessu og hver króna í borgarlínu skilar 3,5 krónum í samfélagslega ábata. Það hagkvæmnigreining sem búin að eiga sér stað varðandi borgarlínuna. Þannig að við skulum líka það er líka tímaþátturinn í þessu og spara tíma fyrir fólk, umferðarask og allt, þetta allt tekið saman í þessari skýrslu og hann var nú í hlaðvarpinu hjá honum hann var hjá Eggerti Skúlasyni hann Ragnar og hann sagði að bara expected economic value af þessari framkvæmd væri mínus 210 milljarðar og það var fyrirsögn í blöðunum að Ragnar Árnason prófessor segði að þessi framkvæmd jafnast á að henda 210 milljörðum í sjóin. Það væri fjárhagsleg niðurstaða af þessari gjörð og ég fullir það, þetta allt í lausu lofti með fjármögnun. Ok, ég held að sko fólk þurfi einhvern veginn að fá meiri trú á þessum verkefnum öllum og þú talar bara forgangsakstur og ég held að fólk hafi nú alltaf upplifað að borgarlínan væri fyrst og fremst forgangsakstur að strætisvagnar gætu farið bara sína leið og myndi aldrei lendi í umferð. Akkurat. Svo þetta farið að snúast einhvern veginn hvar vagnin staðsettur í miðjunni eða hægra megin eða hvað það og það kannski það sem flækir máli. Þetta orðið einhvern veginn of flókið? Já, veist, ég skil það út af fyrir fólk sé þetta kannski óskipt að því sér akrinum borgarlínu fyrir miðju það tryggja áræðanleika og tíðnina og öryggi og aðgengi. En þegar þú komið til hliðar þar sem eru beygjaakreinar og fráreinar og aðreinar þá það tryggir ekki öryggi. Það tryggir ekki tíðinni, það tryggir ekki áræðanleika og við vitum alveg hvernig strætó virkar í dag, hann ekki áræðanlegur. En hann hefur ekki fengið hann forgangsakstur hvort þið Nei, þess vegna þarf borgarlínu, þess vegna þarf miðrými. En hvað ertu til í að láta aðra þjást mikið fyrir miklu minni hóp?
Hvað eru margir að þjást í dag að hafa ekki aðgengi almenningssamgöngum og komast til og frá vinnu í dag, fullt af fólki sem á ekki bíl og hefur ekki efni á bíl, hvað eru margir að þjást í dag? En þú talaður að ekki verja sko alvöru peningum, ég veit ekki hvað það er marga milljarðar til að þú kallir alvöru peninga, en það var náttúrulega gert stórkostlegt átak frá 2012 til 2022 til að auka notkun strætó og það var settir yfir 10 milljarðar í það verkefni. Niðurstaðan var ekki nein. Fastur í umferð. Niðurstaðan var ekki, þú veist, það er alltaf þetta að svara bara eitthvað svona og þess vegna ég setja 150 eða 200 milljarðar næst. Ég veit að ég geti sett einhvern í herbyggi í sólarhring og þá kemur örugglega með niðurstöðu. Finna einhverja lausn á þessu. Ef hann gætt faðma bíl í 2 sólarhringa, þá getur hann faðma mig í 2 tíma. Það er minnsta mála. Nei, og það er kannski þetta. Mér finnst, sko, við erum einhvern veginn búin að búa til einhverju átökum eitthvað vegna þess að það er enginn á móti bíl og það er enginn á móti hjólreiðafólki og það er enginn á móti þeim sem taka strætó. Ætli við viljum ekki bara sátt að allir geti notað samgöngumáta, en svo eru samgöngumátar að breytast. Við erum að sjá að fólk eru að nota meira til í bílum og hjólum og eru slíku. Erum við að taka mið af því að inn í þessu? Það er risabreitingar í gangi. Þess vegna höfum við Píratar lagt mjög miklu áherslu á hjóla innviði. Við sjáum það bara, hefði ekki lagt áherslu á þess að hjóla innviði, uppbyggingu þeirra sem að þrefaldast í okkar tíð að minnstakosti og aukning þeirra líka þrefaldast sem að er þá fólk sem væri annars á bíl á götunni í dag, það skapar svigrúm. Það eru rafskútuna sem við séð og við höfum innleitt meðal annars með einkaaðilum og við erum fann að sjá ekki bara rafhjól, heldur við fann að sjá með þessa yfirbyggð hjól. Þannig að fólk þeir sem geta ekki klætt sig og hjóla öllum verum, geta þarlend að fara að hjóla yfirbyggðum hjólum. Þannig að lausnina sem er í farvatni og er á leiðinni, það er svo mikilvægt að byggja þessa innviði fyrir þessa lausnir. Og svo þessi bílar sem þeim er að fjölga. Deilibílanir er að fjölga og það er alveg magna að sjá þann vöxt og líka sem þeim getur stött undir það að fólk sem er að koma utan á landi, til dæmis á bíl sem er neldur á nagladekkjum, þau geta skipti yfir í deilibíla svo sem. Þannig að við getum alveg verið að ýta undir bæði grænni leiðir og fleiri og fjölbreyttari lausnir og þess vegna svo mikilvægt að byggja upp þessa innviði. Það verður þó að bjóða upp á bílastæði þar sem að kemur utan landi getur skipt. Ég er í sammála öllu sem Kristján var að segja núna, nema varðandi sko borgarlínuna að því leiti að ég tel okkur vera að festa okkur í ferðamóta gærdagsins þegar framtíðin blasir við. Ég er nú vissum út af bara þekkingu Kristjáns á tækniheiminum að hann veit að betur en ég að sko hluti sem maður þorir ekki að tala um í podcastum í dag að því þau eru komin en maður myndi hljóma eins og maður er utan úr geimnum að segja það sko. Ef þú værir í Bandaríkjónum, sonur minn var það núna daginn og sendi mér mynd þar sem hann satt í aftursætinu og bílinn bara keyrði og hann var í sjálfkeyrandi bíl og þetta er út allt sko. Og þessna velti maður fyrir sig hvort að þessi slagur, einkabíl versus almenningssamgöngur sko, hvort að það síðan verði ekki bara fljótt úreld þessi umræða sem við erum í að því að við erum á einhverju. Það eru gríðarlega breytingar að koma. Þess vegna hef ég sagt það, því við þekkjum framtíðina ekki hvernig hún spilast út, að það sé allan að rámt að vera þrengjað sko aksturslegum til dæmis með byggingum onni, að því að við eigum ekki að vera sko þrengjað þeim bara opsjónum sem við höfum, en persónlega held ég, og ég held þetta sé svolítið kynslóðamunur, ég hef talað við menn sem eru eldri en ég, og þeir trúa mér ekki, að því ég segi bílaeign mun minnka og bílum mun fækka, og þeir segja okkur heldur það. Nú að því að ég meina ég vil ekki hafa pening bundin í stórum bíl eða jafnvel 2 ef að maður notar hann að meðaltali 1 klukkutíma á sólarhring. Jó, en þá talaður þetta eins og bara golfsett sitt og glerugun, þetta sé svona persónulegur hlutur, jafnvel stöðutátt. Yngri hópurinn er farin að hugsa þetta öðruvísi. Þetta bara breytist og ég var nú bara í heimsókn hjá Hopp í dag og þeir voru að kaupa 75 nýja Volkswagen ID3, bara góða bíla og þannig að veist, ég er alveg vissum að það líka eftir að aukast. En þú heyrir alveg hvernig, sko, að því að fyrirfram gefur okkur að Ari sé bara einkabíllinn, framtíðin, fjárfesting í bílum og þess vegna hugsa ég með mér, sko, þið hafi glatað einhvern veginn tækifærinum að selja okkur framtíðina, selja okkur það að við bara hlakka til þessara vegferðar sem er framundan, hvernig borgin er að þróast. Já, enn aftur kem ég er nýr oddviti og ég er búin að koma inn á það að við þurfum að upplýsa og fræða betur. Ég tel okkur ekki að hafa náð því markinu of vel.
Varðandi eins og Ari að koma inn á varðandi sjálfkennandi tækni, þá raun og veru við munum sjá sjálfkennandi tækni líklegast tróast einmitt í rýmum sem eru lokuð og að sérakreinar borgarlínu verið tilvalin flugbraut fyrir sjálfkennandi tækni. Þannig að það eitthvað sem við skulum hafa í huga líka, getum flýtt þeirri innleiðingu þegar við erum komið þangað. Langar að koma inn á annað, það hérna leikskólamál og svona rekstraform leikskóla og þetta nú eitt af þessu sem að bara að fara með margt fólk. Þessi erfiða þjónusta í leikskólum borgarnum. Hvernig sérðu einhvern veginn að þú viltu gera eitthvað nýtt þarna? Frábært starfsfólk leikskólana, ég bara byrja að hrósa því. Leikskólakennarar og starfsfólk sem vinna á leikskólanum. Sem hefur farið fækkandi? Já, það sem vandamálið þetta mannauðsmál að mörgu leyti. Okkur vantar bara leikskólakennara. Mér finnst frábært að heyra þau skref sem að Samfylkingin að leggja til núna að þeir að lögbinda leikskólastig, ég tel það vera mjög mikilvægt skref. En þarf ekki fólk til að þú getur staðið undir svona stórum lofórðum eins og að fara að lögbinda því að lögbinda eitt en að sinna þeirri lögbindingur? Já, fjármagn sem ég vona að fylgi því þar að leiðandi að því það þarf ekki fjármagn. Ég meina við erum að setja ykkur 11 milljarða núna í uppbyggingu og viðhald á ári í skólakerfinu hjá okkur. En síðan annað líka í umræðinu sem þyrfti að taka frekar áfram sem sagt lenging fæðingarorlofs upp í 18 mánuði. Það samtal sem við þurfum líka að taka. En þarf ekki einhvern veginn bara greiða úr þessum hlutum? Þetta eru mjög mikilvæg skref. Ég til þetta verið einn brýnustu skrefin til þess að taka. Og núna náttúrulega með nýju Reykjavíkurlöginni sem hefur verið stigin, þá að skapa svigrúm, lítur út fyrir það að foreldrar núna hátt í 40% búin að sem sagt fækka stundum barna sinna í leikskólanum. Þannig að á næsta ári munum við sjá það raungerast hvernig þetta að virka En eru ekki nöðbauð til þess, bara þegar að lækka kostnaðinn sem þýðir að það bitnar á störfum þröngur stakkur settur fyrir sveitafélagin í dag. Við viljum náttúrulega reyna að mæta öllum en við þurfum að hugsa þetta fyrst og fremst út frá börnunum. Þetta eru mikilvægustu árin í lífi barnanna okkar og geta mætt þeim með góðri þjónustu og við þurfum þar alveg að skapa svigrúm fyrir leikskólakennara til þess að geta sinnt börnunum okkar vel. Að sjálfsögðu myndi ég vilja gera hlutina með meiri og betri hætti en þar var leiðandi það ríkið að koma frekar inn við okkur og þessna til í það skref með lögbindinguna að vera eitt af mikilvægasta og lengingu fæðingarorlofs. Aðalpunkturinn með þessari lögbindingu náttúrulega þá segja menn kannski svo í borgarlínni, ríkið ætlar að borga 87%, bara mamma borgar og það kannski aðalbreytingin varðandi þessa lögbindingu En það athyglisvert hvað leikskólavandinn mikill og við munum eftir því að 63 stjórnendur leikskóla, bara allir, svo ástandið það aldrei verið verra. Það var áður að Reykjavíkurlögin komast og ég tel að hún sé hlutalausnin en það þurfi fleira að koma til. Ég tel að þetta útspil Samfylkingarinnar, Jusk yfirlýsingin, hún endurspegli líka myndi ég segja ákveðna rörsýn á það sé bara ein lausn að sveitafélagið reki sjálft leikskóla og það sé engin önnur aðferð í boði. Þeir eru á móti dagvistun sjálfstæðum, þeir eru á móti heimgreiðslum til foreldra, þeir eru á móti því að fyrirtæki taki þátt í að leysa vandann tengt sínum starfsmönnum. Ég hef bara sagt í þessu og því við nú mælt fyrir heimgreiðslum að vandinn sé bara þannig að við höfum ekkert efna á að vera að neita okkur lausnir. Ég fengi athugasemdir við heimgreiðslur verða þá bara mæðurnar heima en það mikil kynslóðamunur því að ég heyri hjá yngra fólki að þau gera ekkert endilega ráð fyrir því að sé þá frekar móðurinn heima en bara því að Kristinn nefnir lengja fæðingarorlofið það nefnilega víða þessar hættur varðandi það hvort þú ert að skaða jafnrétti. Þegar ég var að vinna í því í kjarasamningum árið 2000 að koma á fæðingarorlofi og það var svona lím í samningunum þá var ekkert þak á fæðingarorlofinu. Þá var bara 80% af launum fæðingarorlofs greiðsla þangað til hálunamenn eins og bankastjóri fór að taka fæðingarorlof þá vakti það þetta neykslan og þá var sett niður í þak sem núna nálægt bara meðalaunum en við verðum átt okkur á því að það auðvitað líka kemur í veg fyrir að karlmenn taki fæðingarorlof svona almennt enda hefur það orðið niðurstaðan það var almenn þáttaka karlmanna fyrst en núna 12 mánaða fæðingarorlof með þessu þaki þá þáttaka karlmanna komin niður í 60%. Þannig að ég mæla á móti því að lengja fæðingarorlof meira með lágu þaki. Það mikilvægara að hækka þakið
heldur en að lengja fæðingarorlofið eða á raunverulega að vera eitt af því sem er býr til jafnrétti í samfélaginu. Já, það er alveg þetta að tryggja jafnrétti líka með þeim leiðin sem verið að beita og að skipta á milli þannig að varandi heimgreiðslu þá er það eitthvað sem við Píratar höfum alveg talað fyrir og það hefur ekki verið vilji fyrir því að taka það áfram og það er líka þetta að fara þar leiði þar þannig að það þarf að vera skattfrjálst því menn spyrja mig, hvað segir 250.000 á mánuði, hvað er ætlað að finna þessa peninga, en málið er ef að sveitafélag útbýr plássið þá er það 500-600.000 á mánuði sem það kostar leikskólapláss fyrir eitt barn og í útspilinu þá getur þannig verið að kaupa það út úr vandan. Nei, þetta er bara samt partur af því ef að fólk kýs sjálft að velja, þetta er bara en þú getur ítt vandamáluna undan með að segja, bara borga með sér liði. Ég er bara að segja að það er engin eitthvað one size fits all, heldur bara ýmsar lausnir, en ég bara að segja hvað þetta er stórt, af því að menn segja til dæmis þetta verður skattlagt og auðvitað er hægt að hafa þetta bara skattfrjálst og þarf auðvitað að ganga frá því við ríkið, alveg eins og bara þeirra að vera með leiðréttingu á húsnæðislánum en ég bara segja hver stærðagráðan er að eins og var í útspilinu 100% sískinafsláttur og þak 50.000 á mánuði, þá ertu náttúrulega að tala samt kostnað fyrir sveitafélagi sem er 1 milljón á mánuði, þannig að þá er kostnaðurinn vegna þessara þjónustu við þessa fjölskyldu sem er með 2 sískinni sem er ekki greitt fyrir, en 950.000 á mánuði, þú veist það nú kannski gott að fólk þekki þessar tölur og hvað kostnaðarþátttakan er lítil. En sem þú tekur á móti þá úr uppbyggingunni þannig að inn á skólana þannig að það þarf að vega og meta þetta allt. Áður en við klárum, ég langar að spyrja þig fyrir hverju brennur? Hvað er það sem gerir það verkum að þið ferðin á hann vettvang og segir bara, ég ætla bara að leggja mig á borðið fyrir? Það er í raun og veru tækifærin til breytinga og það er einmitt það sem að ég kem inn á nú borgarkerfinu sem starfsmaður og vann að ýmsum nýsköpunar og þróunarverkefnum. Kem meðal annars innleiðingur afskúna í borgarlandið, upplýsinga strætó, í strætóskilum hvenær þeir eru að koma. Gerði svona fyrstu drauga velferðartæknismiðju borgarna sem er núna að raungerast og hún er komið miklu lengra heldur en það. Við erum fann að innleiða skjáheimsóknir fyrir eldra fólk. Við erum að styðast við lyfjaróbóta þar sem að þá veit fólk hvenar þá að taka lyfi sín og það er hægt að fylgjast með því. Og öll þessi svona þjónustu umbreyting og bæting innan kerfisins og hvernig það gerir allt kerfið skilvirkara og bæti þjónustuna. Þannig að þú ert í skilvirkni og bættri þjónustu við svona hvern og einn. Já, og meðal annars eins og betri borg fyrir börnverkefni sem hefur verið velunað alþjóðlega og hér heima líka og sem þjónustu og nýsköpunarsviðið hefur fengið marga viðurkenninga fyrir hér heima líka fyrir ýmisverkefni. En þetta það er oft ef við þjónustu þá bara ætlustu til þess að fá hann. Já. Og það er kannski, og ég trúi því alveg þú bæði getuna hæfileikurinn til þess en erum við ekki bara þar þú verður að selja mér eitthvað stærri vegna þess að þú átt bara að gefa mér góða þjónustu og sinna mér vel. Já, en með nútíma tækni og skilning á tæknibreytingum, hvernig við nýtum þær í að betur bæta þjónustu er ótrúlega mikilvægt og líka hvað aðferðafræði við beitum, að því þetta snýst í grunni þegar, að því nú tala margir flokkar að breyta. Allir flokkar, en hvernig breytum við? Það skiptir máli. Að því grunninn hvernig við breytum borg, það er menningabreyting. Og við höfum verið að stöðla henni út frá þjónustu og nýsköpunarsviði og líka að fá fólk með okkur. Það er ekki ástæðulausu að velferðarsviði, til dæmis það svið, eins og með velferðartæknismiðjuna, hvernig það var tekið áfram, er það svið sem var hvað hraðast í innleiðingunni. Það er út af því að á 7. hæð vestur var þjónustu og nýsköpunarsvið og 7. hæð austur var velferðarsvið og milli þessara sviða var kaffistofa. Þannig var bara watercooler effekt áhrifin í beinni þar sem að fólk tengdist, það skildi, það byggðist upp traust og skilningu og þetta er það sem við erum búin að læra og áttum okkur á og hvernig það virkar og vitum hvernig við erum að breyta borginni. Það er að setja ykkur semst við vastangin. Ég segi það bara það sama, það sem að ég brenn fyrir og það sem kveikir í mér að taka þátt er tækifæri til breytinga. Við erum náttúrulega búin að vera að tala mörg svið þar sem að ég tel að borgin sé ekki á rángri leið og við höfum bara nefnt þessi skipulagsmál og umferðarmál, húsnæðismál, leikskólamál, grunnskóla en það er líka telja rekstur borgarinnar, bara þar þurfu virkilega að velta steinum því að
þó að hún sýni ekki borgin mínus í rekstri í sínum ársynningi, þá hann rétt yfir núlli með þeirri aðferð að það tjakkað upp markaðsvirð félagsbústaða, það nú 83 milljarðar bara síðustu 10 ár, það kreistur arður út úr fyrirtækjum sem eins og Orkuveitunni sem verða að hækka verð og lóðasalan mikla sem við erum að tala er tekin þarna inn. Þú myndir nú ekki skrúa snarlega fyrir þessa krana. Nei, ég meina, en þetta þarf að taka á þessu, en það líka á útliðinni, erum við að tala þjónustu, eins og vorum að tala á þann, þvott og sópun, gatna og bara allt, það nú búið að tala mikið um margt, snjómokstur. Ég verið að heimsækja íþróttafélög og fleiri úr framboðunum á síkastíð. Borgin gerir mikið af því að gera samninga við íþróttafélög og lofa þessu og hinnu. Við höfum verið að taka saman hver innviðaskuldin þá við íþróttafélög, varandi viðhald eða eitthvað bara sem búið að lofa að gera jafnvel samninga Það forgangslisti sem varandi íþróttamannvirki. En það margt sem á að vera búið, og svo líka oft eitthvað sem lofað þáttöku og svo það gert, en bara dæmi, sem bara eitthvað kostar 100 milljónir og íþróttafélag gerir og fær svo endanum 100 milljóna styrk, en Reykjavíkur borga ekki fyrir þetta dúk og disk og þá reikningurinn búin að hækka 11 og eitthvað svona. Samanlögð innviða skuld Reykjavíkur borgar gagnvart íþróttafélögum með kannski 25 milljarðar. Þetta auðvitað ekki auðvelt að nálgast þetta nákvæmlega, en við höfum bara verið að skoða hverju búið að vera að lofa og hvað búið að vera að skrifa upp á í gegnum árin og hvar standa málin. En það var farið alveg sérsta samtal við íþróttafélögunum í IBR og gerðu forgangslisti með þessum öllum hagaðalum sem kom að borðinu og það alveg gagnsætt. Ég starfaði mikið í íþróttarhreyfingunni fyrir ekki svo mörgum árum síðan, en samt, meir en 20 ár samt, 25 eitthvað, jafnvel 30, að þá var tíminn flýgur, en þá virka þetta svo mikið þannig að Íþróttabandala Reykjavíkur var svona einhver vettvangur sem íþróttafélög náðu saman forgangsröðun og áttu samskipti við borgina og borgin nýtti sér þann kanal, þannig að þetta var svona upp á borðinu og allir þekktu hver forgangslistin var og hvar verkefni stæðu. Ég sé nú alveg að þetta hefur farið í miklu verri farveg og meiri óstjórn í þessu. Ég skil ekki hvað þú hefur það, ég sem var formar í menningur og íþróttaráði hefur verið að taka þennan forgangslista fyrir og endurgera hann núna á ráðsveitum og það allt gagnsætt. Segðum rétt. Ég held að sé að því að stjórnmálamennir hafa verið að fara beint í verkefnin og skrifundir hér og þar og svona í staðan fyrir að treysta á einn kanal og fjármagna það sem búið að vera að skrifa upp á. Já. Nú ert í meirihluta eða partur af meirihluta. Varaborgarfulltrúi, já. Og píratar sem sagt. Hvað myndirðu vilja halda þessu meirihluta áfram? Eða eru til í að snúa þeirra ARA og sjálfstæðismönnum? Ég tel mig geta unnið með flokkum sem byggðir á bara okkar gildum. Og það kemur niður á mannréttindi og lýðræði og gagnsæi og framtíðarsýn. Segðu mig hvaða flokka það Það mjög góð spurning. Ég þarf að kynnast þeim sem eru framboði betur. Þannig að ég held að sé ótrúlega mikilvægt að átta sig betur á hvað flokkanir ætla að sýna fram á núna og hvaða fólk þar bakvið. Þannig að þú veist ekki hallaðar að neina með að segja hvað svona, ég nær þessum frekar en þessum. Mér finnst það bara ekki rétt að því nú mikið nýju fólki. Málefnin eru svona hægt og bítandi að spítast út og mér finnst það bara ekki einhvern veginn rétt að minni hálfa að gefa það út nema það að ég vil bara standa fyrir ákveðin gildi og ég vil að það sé ákveðin hugsjón og kjarkur og framsýni hjá þeim sem ég myndi vinna með. Mér finnst það líkilega atriði. Ari, menn gefa sig bara að þú vilji vinna með sjálfstæðismönnum, mögulega Viðreisn og Framsókn, þú sért þeim megin í lífinu. Já, ég bara heyri að þú hefur verið að lesa það sem hefur verið að setja fram. Nei, ég hef bara sagt við viljum ekki vinna í meirihluta nema þar sem að okkar málefni fá hljómgrunn. Þú veist, við teljum að það sé þekkt dæmi úr sögunum að menn hafi búið sér fram á grundvelli þess að þeir ætla að koma á miklum breytingum og niðurstaðan var bara að fjallið tók jóðsótt og það kom ekki einu sinni í mús. En ég meina, við tölum samfélgina sem hefur verið ráðandi í langan tíma. Ég tel að það verða róttæk breyting á stefnu borgarinnar og þannig að ef við eigum að eiga þátt í meirihluta þá verði kostninga úrslitin að gefa
kost á því. Þannig ég segi náttúrulega boltin hjá borgarbúum. Ari, gefum okkur að nú er talað að þú getur verið í líkistöðu, kannski með 2-3 menn inni, kannski meira, kannski minna. Ég held örugglega 4. Já, ok. Þú ert ekki að mælast það. Ég mælust með 3. Já. Sko, segjum bara að Samfylking eða Sjálfstæðisflokkur myndu leita til þín. Segðu mig bara alveg heiðarlega að hvorum myndur allar? Samfylking eða Sjálfstæðis? Já, það náttúrulega augljóst að við eigum meiri samstöðu með Sjálfstæðisflokknum og bara þessum flokkur sem þú taldir upp eru líklegri til að vera, ég meina, Viðreisn hefur verið mjög bermál með það að það verði að breyta. Ég meina, þeirra mikli eða svona talsmaður þó hann sé ekki í borgarstjórnarkosningunum, Jón Gnarr, hann kom nú bara hér og sagði skýrt í podcasti að tími Samfylkingarna verið liðin. Já. Þeir verið búin að vera völd í borginni allt og lengi. Þetta er náttúrulega mjög aggressíft. Einar Þorsteinsson talar á svipaðan veg og hann er svona brendur á því að hafa verið svikin breytingar 22 og þannig að sko, og mér finnst ákalli í borginni vera eftir breytingum. Það tala allir þannig sem ég hitti, líka þeir sem eru svona frekar til vinstri, að þeir rekni nú með sko að þurfi margt að breytast, en sko kjósendur þurfa þá líka að breyta kjósendur þurfa að breytast. Nei, þeir þurfa að sýna í verki að vilji breytingar. Það vera bara varandi þetta. Sko, ef ég myndi setja þess að sömu stöðu, Sjálfstæðisflokkur, Samfylking myndu leita tíðin og segja að þú ert svona aflið sem myndi breyta og stýra meiri hluta. Segðu mig bara alveg fyllstu einlægningu. Ég get alveg sagt það að samstarfið við Samfylkinguna hefur verið mjög gott. Á móti líka tel ég mig vel geta unnið með Hildi og hennar fólki. Þannig að það er ekki eitthvað sem ég geti sagt núna, því þegar þú fer að skoða málefnin að þá skiptir það lykilmáli, að því eitt er fólkið, síðan annar málefnið og gildin sem vill byggja á sko. Strákar, gaman að fá okkur. Sumuleiðis, gaman að koma. Ég hef mikla trú á þessu fólk sem er að bjóða þessu fram núna fyrir alla flokka. Ég held að þetta verði alltaf spennandi hvernig þetta gengur upp. Ég held að líka. Þú er líka verið röggsamur stjórnandi en í þættinu. Mjög gott. Ekki veitir af. Gaman að með ykkur. Takk. Sumuleiðis, takk.